Við teljum að við tökum alvarlega á eineltismálum. Fyrir það fyrsta þá eru í starfsumhverfiskönnunum sem eru gerðar annað hvert ár, þá könnum við svona landið og hversu margir það eru sem að finnst að þessu lagðir í einelti. En síðan tökum við öllum kvörtunum við ábendingum og skoðum þær og vinnum það mál eftir verklagsreglum. Á innri vef spítalans undir starfsmaðurinn og þar er umfjöllun einelti. Þar bjóðum við upp á það að viðkomandi geti sent inn beiðnir, annars vegar skoðun á sínu máli sem að fer þá fram og þar er þá reynt einhvern veginn að meta þá vega hvort að einelti sé að ræða og ef að það er þá líka sagt á þessum sama stað að senda inn kvörtun eða formlega beiðnum athugun á einelti. Einelti getur haft og hefur yfirleitt ef það er að ræða mjög alvarlegar afleiðingar í för með sér. Í vinnu umhverfi er það miklu kannski frekar í kringum ýmislegt sem er starfstengt í raun og veru. Kannski eins og bara að fá verkefni, fá ekki upplýsingar, of mikið álag og svo framvegis. Þannig að en í öllum tilfellum einstaklingur sem að finnst að vera lagður í einelti líður mjög illa og getur orðið nánast óstarfhæfur. Góðu fréttirnar eru þær að það er hægt að vinna gegn einelti á margan hátt og gott starfsumhverfi, skýrar vinnureglur, fjölbreytileiki, góður starfsandi, skýrar starfslýsingar, góður stjórnandi og fleira hefur allt þau áhrif að líkur á einelti minnka. Við þurfum að opna umræðuna. Það sem til dæmis í gangi núna og gangi í samfélaginu þessa dagana, þessa vikurnar, hvetur okkur til dáða og knýr okkur til þess að spyrja, erum við að gera rétt, erum við að standa og vel að þessum málum, getum við gert betur og það viljum við.